Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Í klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumáli. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Jæja, komið sæl í dag. Þá ætlum við að ræða markaðsmál í íþróttum, í íþróttahreyfingunni. Pétur Rúnar Heimisson, markaðsstjóri hjá Heimum, sem fasteignafélag, sestur hérna hjá mér. Hann var með fyrirlestur daginn markaðsmál íþróttafélaga og ég vildi heyra meira og fékk hann því hingað í dag. Pétur reynslu mikill í heimi markaðsmála og hefur starfað við markaðsmál. Hversu oft ég búin að segja markaðsmál? En já, hjá Borgarleikhúsinu, Nova, auglýsingastofum eins og Hvítahúsinu og Pipar TB 2FA, mjög óþjált en já. En hann einnig mikill áhugamaður íþróttir og alltaf á hlaupum núna. Ég ánægð að sjá hann þar. En áður en við byrjum, þá það samstarfsaðilar klefans sem fá sjálfsögðu stórt shoutout. En við með nýjan samstarfsaðila, Powerade. En Powerade stærsti íþróttadrykkurinn á landinu og jafnframt opinber íþróttadrykkur stærstu íþróttaviðburða heims og klefans. En fljótlega þá koma sporttaparnir aftur á Powerade-flöskurnar. Brjáluð fagnaðarlæti. En já, lengjan, það leikur sem hægt að tippa á úrslit íþróttaleikja og rennur hagnaðurinn til íþróttahreyfingarnar í Íslandi. Check, hvetið til að kíkja á lengjuappið. Auður sparnaðarreikningurinn sem þú varst að leita af. Það bara mjög einfalt, sækir appið og byrjar að spara. Það eru nokkra leiðir, bæði bundnar og óbundnar og vextinir þeir verðlaunaði bara aftur og aftur, en að endilega kíkta á auður.is. Nutrileng Gold hjálpar einstaklingum með styrleika og brak í liðum. Nutrileng smyr og mikið liðina og aðstofa við að byggja brjóski upp aftur. Ég hveti til að prófa og ég þarf að hvetja Pétur hérna til að prófa líka því hann að hlaupa. Og hafið fiskverslun, nammi búð íþróttafólksins með frábær gæði og mikla fjölbreytni. Íþróttakvöldmaturinn sem ætti að vera 2 svar í viku og það finnir þú í hafinu, en þeir eru með 2 verslanir í Hlíðarsmára og Spönginni. En já, Pétur, verður velkomin. Takk fyrir. Var þetta ekki rosalega auglýsingar hérna? Geggjað, jú. En já, velkomin í klefan. Já, takk fyrir. Og hvað segirðu markaðsmál í íþróttum? Ég var ekkert eðlilega spennt þegar ég sá þú varst með fyrirlestur þetta og varst eitthvað að tala þetta því að ég veit að við getum öll gert svo miklu betur. Já, þetta kom mér til þannig að ég hafði ekkert verið að velta þessu neitt sérstaklega fyrir mér, en bara vera mikið íþrótta áhugamaður, vera með börn í íþróttastarfi, við hafa sjálfur verið í íþróttastarfi, tekið þátt í íþróttastarfi sem sjálfboðaliði og alls konar og bara og svo sem markaðsmaður, bara í daglegu starfi, þá svona hefur maður skoðanar og svo, maður ekkert alltaf búin að raða þeim hugsunum eitt sérstaklega meira á blað, en það kom alltaf til að Viktor Olsen sem í MSK var með aðalfundi eitthvað slísjum og langaði svolítið að hafa þetta, bara eitt af dagskrár efnunum, já, að því að oft þetta alveg hittamál hjá mörgum og sumir eru bara svolítið bara svona lamaðir og veit ekki alveg hvað að gera og mikla þetta fyrir sér. Það að segja svona minniaðilar en að kemur á óvart hvað stærri aðilarnir eru ekki konin langt og þá bara, ég bara sagði strax já, bara klárlega, bara gaman að gera þetta og fór aðeins að hugsa þetta og skoða hvernig félög í Íslandi og aðildafélög og íþróttafólk og allt að vinna markaðsmál og kom bara ljósa hvað við erum í rauninni ekki að nálgast þetta faglega og þá ég ekki að tala fólki sem að vinna markaðsmálin. Nei. Þau að gera sitt besta og bara margir að gera mjög vel þar. Og margir sumir eru sjálfboðaliðar í þessu? Já, sjálfboðaliðar og löglega flestir, Já. Og eða bara svona nánast, það er kannski ekki mikla tekjur, kannski hálft starf eða hvað. Já. Eða kannski sett upp eitthvað starf í kringum kannski sumarið þegar besta deildin eða þegar deildin að byrja og þá það er svona eins og fyrirtæki sem bara ræður alltaf markastur kringum jólaherfirna, það er svolítið skrítið og þetta er alltaf bara svona plástur á eitthvað að gera eitthvað, þá þurfum að muna þetta bara, og það er alltaf að tala kannski ástmiðasöluna eða hvað það er en þá er alltaf verið að skoða bara einhvern veginn, við líkjum þessu bara einhvern veginn við tré, við erum alltaf bara að skoða eitt og eitt epli og enginn veit akkur eplin eru skemmd eða eitthvað, en það er aldrei að spá í hver er jarðvegurinn eða hvernig var þetta hugsað og eða bara kannski, er hann kannski bara að fá epli en vildi fá appelsínu, hvað það er og þannig að ég setti bara inn á blað aðeins bara eitthvað svona og ég fóð svolítið bara inn í þetta eins og ég var örugglega móðgengur annars og á þessu fundi en samt örugglega ekki, en ég var bara svolítið að sýna fólki bara hvað
hvað íþróttir og íþróttarhreyfingin ekki að nálgast markaðsmál eins og bara fyrirtæki. Nei. Það vita allir að fyrirtæki þurfa að vera með sterkt markaðsstar og oft dafna fyrirtæki fyrst svona bara svona einhver hugmynd eitthvað að því að það er svo góður svona markaðshugsun er svo góð og markaðshugsun er þá kannski bara að meina bara svo sölumennskan og það er alltaf að það er að selja eitthvað á. Hvernig ætla að koma svo vöru á markað? Það er markhópur fyrir þetta, þú veist, og allt þetta og en íþróttafélög á Íslandi allavega, þú veist, bara eins og við þekkjum það alveg, eru bara búa að því að það er bara garanterar iðkendur alltaf, nánast, tökum stóru félögin, þú veist, á höfuðborgarsvæðinu til dæmis, garanterað iðkendur í fótbolta, handbolta, körfubolta, að mestuliti. En auðvitað, svo rokkar þetta niður og svona, ef við tökum svona stóru greinar, það er náttúrulega erfiðara hjá einhverjum sem er kannski bara með pílufélag Kópavogs eða hvað það heitir, en það er þá bara finnum þá sem finnst gaman að vera í pílu. Þú veist, og væntanlega væri enginn með hugmyndum að búa til pílufélag eða væri ekki pílu áhugi, alls konar svona. En ég var aðalega bara að tala um að þarf að vinna þetta faglega og félögin sjálf þurfa að haga sér eins og fyrirtæki og setja þetta á réttan stað í skipulagi í félaginu. Og mér finnst eins og markaðsmál þurfa að vera miklu ofar í skipulaginu, ekki einhver starfsmaður sem bara kannski á sumurinn einhverju hlutastarf á að vera einn að dingla sér og fæka sér bara password á Instagram-akkánti sem er algjörlega lokahugsun. Algjör lokahugsun. Þá er þú veist, hann þarf að byggja á einhverjum greiningum og rannsóknum, stefnumótun og hagaðalega greiningu og öllu þessu, skilur. Það er ekki að hægt að hendi sér bara einhvern og Getum við ekki sagt að sá tíma ætti eiginlega að vera búin? Jú, og íþróttafélög bara vera bara 3-4-5 ára fresti bara í stefnumótur í markaðsmál, það er að breytast mjög hratt. Þú veist, tekjurnar til að sjá íþróttafélög mörgum er að breytast mjög hratt og það er alveg félög í Íslandi sem er að velta bara umtalsverðum fjármunum. Og eigu alveg að fara að geta sett bara markaðsgildi, hvort þessi einhver markaðsstjóri eða einhver rekstrarstjóri, hvað er, þú veist, með þetta hlutverk að byggja vörumerkið og allt þetta að hann sé bara eins og dýr leikmaður, þú veist, bara byrjum að setjum peningar í grunninn og þá getum við gert eitthvað annað, ekki alltaf að fá nýja leikmann sem er dýr og svo bara meðist þann og mótið dautt eða hvað það er. Veist, ég hugsa þetta svolítið út frá fótboltanum eða eitthvað, það er svona sem margir tengja við, en það máli yfirfæra þetta yfir alla greina. Sko. Já, en sko, þú veist, markaðsmál íþróttafélag, þú veist, hvað snýst það í raun og veru þú veist, við erum í raun og veru, þú veist, að kynna félagið, hvað er í boði og kynna leikmenn út af því að ef við þekkjum leikmenn eða íþróttafólki þá kannski mætum við frekar því að okkur langar að sjá fólkið í aksjón og svona og þar að leiðandi vonandi meiri sala og þú fyrir með börnin, þú veist, þannig að þetta er svona á að vinda upp á sig. Já, þetta er eiginlega svona spiral effekt, sko, þetta er eiginlega svona einhvern veginn ímyndaði einhvern svona ring af hlutum sem þurfa að það að koma ljós á hvern einasta ring, að hvern einasta hlut í þessu ring upp á bara að allt ná að virkast, þú veist, það er bara að vera með stertu vörumerki, þú veist, bara það getur tryggt að fáir besta starfsfólki, þú veist, bestu þjálfarana, besta fjármálastjóran sem getur kannski verið hálfustarfi eða sinn öllu, eitthvað skilur, þú fær bestir leikmanna, þú veist, bara hvað gera það verkum að leikmaður velji félag A umfram félag B, ef að kannski launinu þessum, segja það, hvaða hlutir er það þjálfarinn, er það liðið, er það árangurinn síðustu ára, er það framtíðarsýnin, er það húsnæði sem allir hafa eða aðstæðan og allt þetta. Þannig að ég myndi alltaf halda að íþróttafélagi þurfa að byggja undir þetta allt fyrst áður en að fyrir að hugsa eitthvað svona hvort einhver þekki leikmannin, bara hvaða leikmaður í fyrsta leið er þetta, fengu nógu góðan leikmann, er þetta eitthvað svona sustainable svona ringur sem við erum að vinna í og til og með erum við með þá bara styrtara, erum við sjálfbóðlega sem komast að starfinu. Við erum eiginlega alltaf að skoða lokaafurina en það er ekki verið að spána eitt rosalega mikið í að byggja upp þéttan kjarna sem síðan rúllar og við getum síðan þá dreigið út úr einu herferð, hvað þarf að gera eftir því sem eru á árinu. Já, ok, en sko markaðsmál er náttúrulega ekki bara Instagram. Nei. Hvað myndir þið segja að íþróttafélag ætti að horfa á sem markaðsmál hjá sér? Sko, markaðsmál, já, það er svo miklu meira heldur en bara Instagram er eitt af tólunum, en í dag eru samfélagsmiðlar bara orðnir svo ótrúlega þægileg leið til að koma sér fram og meina, bara eins og í mínu starfi, það er alltaf að vera að segja, þú veist, það er allir á TikTok, akkur eru ekki TikTok og það er bara eitthvað sem maður þarf að skoða, þú veist, og vera það. Þú enda með fasteignafélag, ég þarf að vera á TikTok fyrir það. Nei, en sko, við erum með eigum Hafnatorg og Smáralind og svona, það er að pæla í því og Smáralind er að gera vel. En það er yngri markabor svona, en svo líka bara aðeins að fara mikið út í þá fræði, þá er það að gerast mjög mikið að TikTok er að fara að vera hjá mjög mörgum sem svona áður hann fer að leita, þú kannski ert að fara til London, skrifa kannski bara best restaurants í London, þá færði að sjá okkar sem þú svo googlar
Já. En þetta kannski ágætt endla við íþróttufélög. Þetta er alveg smá Google-dæmi. Já, þetta, þú veist, Google dettur ekki út. Nei, þú veist, maður fær bara svona öðruvísi sín á hlutina, þú veist, með þessu. Já. En mér finnst gaman, og ég er algjör helviti skrollari á þessu TikToki, sko, ég datt í það. Já. Mér finnst gaman þegar, þú veist, mér finnst að sjá svona meira bak við tjöldin þar. Já. Mér finnst svona Instagram vera oft svona aðeins fínna. Já. En TikTok er svona bara, þú veist, svona hressara. En ég myndaði hvað íþróttufélög geta náð til iðkendurna sinna, sem eru að langmestum partí, krakkar, sem eru bara á TikTok að skrolla, einhverjar aukaæfingar, eitthvað skemmtilegt, sjá frá fyrirmyndunum, fá kannski bara að fylgjast með einni æfingu á hverjum flokki, það bara rúlar eftir einhverju prógrami, bara við erum í þar næstu viku, maður. Þú veist, allir getur að mæta og þú veist, þá koma allir í einskálum og bara búið til einhverja stemningu, það er ekki þetta er einn leið. Og kynna íþróttafólki. Já, og kynna íþróttafólki alltaf, en svo er markaðsmál líka bara svo miklu meira, það er líka bara samskipti innan bæjarins, við foreldrana, við bæin, við samstagsalina sem eru styrktaraðilar værir, búa til alls konar dæmi, þú veist, þorrablótur í mörgum félögum mjög stórt markaðsmál. Já. Og svo koma jól og svo koma hitt og þetta páskar og gera þetta og gleymi svolítið, þú veist, það er alltaf að tala um að skóli og íþróttafélög til dæmis fyrir börn eru mjög mikið svona samþætting þar á milli, skólinn klárast og þá taka íþróttafélögin svolítið við. Já. Þarna finnst mér að vera miklu meira samstarf, miklu meira tengi þarna á milli og íþróttafélög eru mörg að gera vel í það, tala um að núna, þú veist, við veitum afreksstarf í gangi og svona, en það líka verið að einbytta sér að búið bara til góða manneskir, gott fólk. Já. Og samt finnst sko foreldrum, ég er foreldri sjálfur, erfitt að tengjast íþróttafélaginu. Þú veist, það er oft ef er eitthvað svona, maður er hræddur að senda skilaboð á þjálfarana eða þá maður tekin sem brjálaða foreldrið og ég upplifa svolítið svona eitraða menningu í þessu, þetta, nú fyrir einhver afturlapnar, þetta verður fyrir sér. Þetta er svona, ég til mig alveg bara geta tala af alla þekki marga og innan stjórnum við erum svona, en finnst samt óþægilegt að senda skilaboð, blessaður, þú veist, barnið mitt, eða blessuð, barnið mitt eitthvað upplifa sig eitthvað núna ekki stuði áhugin eitthvað minka eða hvað, getur eitthvað gert eitthvað og þá er ég alltaf tekið eins og maður sé var áhrif á liðsvalið og eins og ég sé alltaf að koma syni mínum eða mínu barni framar sem er ekkit raunin, ég treyst alveg íþróttafélaginu og þjálfurinn til að gera það en þetta er oft svona bara, er eitthvað þetta að reynsa einhverju, er eitthvað svona upplýsing sem ég þarf að vita eitthvað en þetta er líka svona, þetta er svona eins og með þorpið já, þetta er svo þorpið þjálfarar, þegar þú gerist þjálfari þá ertu komin í þorp hjá barninu bara punktur. Já, orðin fyrirmynd og þú veist að vera að tala um þjálfaran heima og maður bara svona, ég veit ekki svona hver hann er. Nei, ég vil aldrei tala við hann. Sumstaðar skilst mér að foreldrar sé ekkit endilega velkunnur á æfingar lengur. Nei, það er alveg þannig. Og allt þetta, en bara, bara að tala um svona markaðsmál eru svo mikið meira. En er sportaflur markaðsmál? Já, 100%. Og ég veit, ég var nú fundið með í stjórnum daginn, þá er að tala um að taka saman hvað eru send mörg skilaboð á mánuði og ári í sportaflur frá þeim það var bara gígantískt tala og það er mögulega eins og mikið ég eiginlega næf alltaf að fylgja eftir en þetta er mjög gott tól, þú veist, ef þú ert alveg bara hefur alltaf tíma heiminn til að fylgjast með, þá getur þú fylgst vel með og svona en alveg bilding held ég að fá sportaflur, mér finnst það bara alltaf að geta fylgst aðeins með og koma upplýsingar og eitthvað svona. En þú veist, en það sem að þú veist, eins og með sportaflur, það sem við erum þá kannski að segja þarna er að bara samskipti eru markaðsmál. Markaðsmál eru samskipti, það er bara að öllu leyti og svo er þetta alltaf bara, þú veist, náttúrulega síðan það sem ég var að tala um á félagstur mínu, það var að fara og hvetja til að fara meira í grunn, skoða fyrstulega bara hver eru markmiðin og íþróttarhreyfingin er sennilega svo hreyfing bara sem eru flest markmið hjá iðkendunum. Það er svona komin af kannski svona krakkastíðinu, það er allir með markmið, þú veist, allir saman hvar þú ert í frjálsum og hvar, það er allir á leiðin einhvert og eitthvað markmið, það er sameiginlegt markmið íþrótta liðinu, einstaklingnum, þjálfaranum og einstaklingnum, hvað það er, alls konar markmið, einhverja leiðir, vegferðir og en maður veit samt ekkert endilega hvað íþróttafélagi heild sinni eða kannski segjum bara EC, KC, HC, hvert eru þau á leiðinni, þú veist, hvað er markmið svona sem er verið að keyra á hjá þeim í rauninni í sínu starfi, þú veist, er það að redda svona miklum pening, hvað þurfaðu mikinn pening til að halda út þessu starfi sem að vera þetta markmið og þú veist, veit, allir í aðastjórna vita það sem eru þjálfarið vita þeirra ég held að bara ég hef aldrei verið á fundi til minns í stjórninu það sem ég hef verið, þegar ég hef verið eitthvað sjálfbúið að legast eitthvað þar
það sem eitthvað svona farið með öllum bara, þetta eru markmiðin okkar, þú veist, Já. þetta eru hlutverkin, þetta fáið þið í staðinn og svona, það er ekki, þú veist, það er svona, ég átt að tala um svona sjálfbóðlega hagkerfið í kringum þetta, það er eiginlega svolítið dautt, það var alveg geðvett innan fyrir nokkuð mánuðum, það var meiri myndi, auðvitað meiri keppni bara tíman og allt annað, en það má ekki vera afsökun. Það er svo oft afsökun, já það er bara svo mikið, já það er svo mikið samkeppni, já ok, á þá hlauparinn bara hætta eða komum fleiri að hlaupa, þú veist, hann bara reynir meira á sig, það skilgrunni betur hvað hann þarf að gera og allt þetta. Gríp svo mikið fram, ég tala svo mikið. Já, nei, ég ætla að fara með eftir inn í markaðsmálin. Hvernig markmið geta íþróttafélög sett sér í markaðssetningu? Hvað ættu að vera fókus á þar? Sko grunninn ættu náttúrulega bara að skoða hvað þau eru að gera. Þú veist, hvað er íþróttafélag að gera, til hvers er það bara að starfa. Það hlýtur að vera sennilega að bara til þess að reka sig, það þarf að vera með starfsfólk, það þarf að vera með iðkendur, það þarf að vera með fjármagn. Segjum þetta sé bara þrjár svona kannski stóðir, þá er bara markmið fyrir alltaf þessa hluti, þú veist, það er bara hvernig ætlum við að halda nýliðun í iðkendum alltaf, þú veist, viljum við þá ekki treysta svolítið á það að samfélagi viti hvað við gerum, hversu gott innrastarfið er. Ekkert, það er mjög lítið það er íþróttafélögum að segja frá hversu gott innrastarfið er, hversu vel þjálfarnir eru, hversu margir er að koma, það er PR til þessi kringum þetta, bara þú veist, ég hef aldrei séð held ég bara svona PR-starf og íþrótta, eitthvað svona bara aldrei fleiri hjá HK, segja það, bara ég ætla að nefna svona alls konar félög, þá getur enginn hengt mig, það kemur aldrei frétt, aldrei fleiri menntaði þjálfari í handboltinu á HK, eitthvað svona, en það eru markmiðurinn í fyrir hverju svo, og markmiðin er alltaf misjöfn, fattur ég, þau eru væntanlega alltaf að tryggja þessi iðkendur, það sé fjármagn, og til þess að ná iðkendum og fjármagni til þess, þá þarf það að vera með sterkt vörummerki, þá þarf ímyndin að vera góð, og þá er kannski annað kemur að ímynd vörummerkja, þú veist, ímynd vörummerkja er bara þú veist, lykilatriði, þú veist, það er eins og þetta með hvernig færið góðan leikmann eða góðan starfsmann eða hefur jöfn tilboð, þú veist, það er bara ímyndin og vörumerkin sjálf þá ímyndaði hvað þau eru sterk þessi stóru vörumerki í Íslandi. Og þau ætti að vera skráð. Ætti að vera skráð. Veitu hvað, ferðu ekki á hugverkastofu? Þú fer á hugverkastofu og þá getur bara þú ert Ég er búin að fletta upp nokkrum, sko. Já, ég líka. Ég veit alveg, og ég ætla ekki að ég hvet bara alla sem að eru að skoða hvort þið séu það, því annars ætla ég bara að selja bólu í þeirra nafni í næstu viku og þeir geta ekki stoppað. Geta ekki sagt. Þeir ekki vörmerkið. Mér langar líka að bæta við markmið, þú veist að fjölda á leikjum. Já. Þú veist, og það hlýtur að vera svolítið svona stórt markmið í markastarfi hjá íþróttafélögum, sérstaklega kannski hópíþróttum, út af því að þá ertu að reyna að fá áhorfendur sem að borga sig inn. Það skapa tekjur. En ættu, þú veist, hvað finnst þér að ættu, þú veist, deildirnar sjálfar að vera með markastjóra eða ættu að vera einn markastjóri yfir félaginu? Það væri náttúrulega geggjað ef íþróttafélög gætu verið með markastjóra undir hverju deild, en ég held að það sé alveg bara, þú veist, við þurfum líka að vera sanngjarnt, það má ekki bara gagnrýna og benda okkar, en þú veist, þannig að ég í núverandi ástandi væri bara rosalega flott ef íþróttafélög væri allavega með markastjóra yfir öllu. Já. Og það er ekkert allir þar. Þannig að segjum að við byrjum þar, einn markastjóri í félaginu og ég þekki alveg markastjóra hjá félagum sem eru gjörsamlega drukkna að það er bara að keppa svo mikið tíma þeirra. Það er allir alltaf bara, leikur í kvöld, leikur hérna, nú eru það komið þangað, nú eru þeir komið þangað, eitthvað svona, þú veist, að gera þetta og þessi kosti landslið, þessi var að ráða sinn og alls konar, þetta er óendanlegt, sko. Þannig þetta er rosa busy og þú veist, það er svona bara tek ég hatt minn ofan fyrir þeim markastjórum sem er að gera þetta, þeir eru að gera vel og við sjáum alveg tímist núna þegar bara besta deildin að byrja, eða bara, þú veist, eins og bara núna úrslitin í körfunni að byrja og svona, þá fer alltaf stað, það fer alveg einhver vél í gang og mörg félög farin að gera vel, en ekki allir, alls ekki allir, og þeir sem er að gera þetta, gera vel og þú veist, bara nota það sem hafa. En þessir aðilar, ímyndaðu hvað það getur búið vel að ef að félagi væri búið að setja þetta á betri staði innan skipulagsins. Og væri meiri peningusettur í þetta, meiri fagmennska bara frá félaginu, það er að segja. Af því að þetta fólk er ofta að vinna í sjálfboðaliðinu eða á lágum launum, oft kemur meira með meiri árangri, þú veist, það er bara, þú veist, það er alltaf að þú bara glóriahundir, það er gaman. Við verðum bara að taka því, það er þannig, þú veist, þegar gengur vel. En þá gengur vel, meiri umfyllun, þá færðu fleiri til að koma. En getum við íttu sann þessu undan, getum við búið til menninguna, þannig að fólk vilji og finnist að vera þáttakandi í vegferðinni. Og þá komum við eftir að markmiðunum. Við ætlum bara að ná í Evrópusæti, þú veist, þá er engin eitthvað, við erum bara í 5. sæti, já, það er okkar vegferð, þú veist eitthvað, eða við erum að ala á ungu fólki, við erum að ala á
uppölduleikmunum okkar, það er vegferðin okkar, við erum með í því. Þá þekkjum við krakkana sem er að koma upp í gegn og allt og svona, þannig að, en ef það er alltaf bara vegum að vinna titil, það er kannski óræðanlega kröfur, enginn í liðinu kannski gera sér það kröfur einu sinni. Samt er allir á liðinu, ég er ekki með þetta er bara allt ömulegt og bara glata og það er ekki komin hérna styrktaraðilar og það þau eru ekkert í að vinna titilin, en ef þú selur styrktaraðilar komin í félag sem er ótrúlega gott grunnstarf, ótrúlega mikið svona kjarna uppbyggingu í því að uppaldi leikmenn finni sig innan félagsins, foreldrar að taka þátt og allt þetta og viljið þið vera með í því þess viljið koma að setja peningin í þetta getur verið samfélagsverkefni ykkar og þá ertu fann að byggja upp eitthvað sem er aðeins meira svona konsistent eða einhvern veginn sjálfbært að rulli heldur að sé alltaf bara annarkvort sigur eða dauði þú veist þá bara ok, eða stefnir í dauða þá ætlum ég ekki vera að vitna þeim dauða skilur en ef þú veist bara þú ert að vera að ná árangurna í daglega er að ná árangurna krakkarnir okkur aldrei eru ánægir erum við að mæla ánægju iðkenda erum við að mæla ánægju foreldra erum við að mæla ég var til að sjá þessa tölur já, það er alveg örgulega verið að mælda ég hérna einhver staðar það er alveg Þið megi senda mig skilabóð ef það er gert í einhverju félagi. Já, og eins og segir, við erum bara hérna hendur hlutum minna og hérna, þú veist, ef þú getur sagt, bara hérna, segjum bara TM, vil ég koma, við erum með ánægðastu foreldra í yngreflokkastarfi handbolta á Íslandi. Já, ok. Við erum með því. Já, við erum með því. Það selir. Akkur gengur svona vel. Já, bara við höfum, þú veist, erum að vinna í þessu. Bara, þú veist, þannig að það er, þú veist, akkur á ég henda pening í þau ef ég veit ekki hvað út að gera, sko. Nei. En út af því að nú erum við að taka þetta 1. apríl, þannig að nú er einmitt Pepsi-deildin, besta-deildin er að byrja og hérna úrslitakeppnin í handbolta og körfu er að byrja, þannig að við vitum að við erum að fara að vera við sjónvarpið, við viljum ekki missa af neinu, þú veist, þannig að ef einhver er að hlusta og er bara eitthvað, ok, heyrðu, ég, þú veist, er að sjá samfélagsmiðluna, þú veist, hvað ætti hann að byrja, hvar ætti við að byrja, þú veist? Samfélagsmiðlunum bara fyrir þetta já, bara þetta er bara verkefni sem er að fara að staða núna já, við erum það verkefni, hvað er að gera minna, ok, þú veist, við ætlum að fá fólk á vellin þú meina það? Já ok, þú veist, hvað er að gerast á vellinum? Þú veist, veita af því, fyrstulega mér hefur reynst erfitt í alvörun að finna hvenar leikir í handbolta og körfubolta byrja hvar þeir eru, bara hjá mínu liði já, ég er svo sem fyrir á HSI og KKÍ það er ekki endla stjórnun að kenna það er ekki endla markastjóra stjórnun að kenna það er kannski líka bara sérsambandið þú veist, hvar er, og fjölmiðlumumfylgjunin en þá, þetta fyrir allt í hringi, þá er líka fjölmiðlar er ekkit endla sögudólgurinn þú veist, félagi getur verið að sinna PR-málunum sem aðeins betur, henda í þá þetta er að gera, svo komum við, ok, það er nálgast leikur en það er, sem margir er að gera vel það er að búa til umgjörð og eins og karvan er að gera úkislega vel, þú veist, það er bara eiginlega skemmtilega sem að gera núna, það er að fara úrslitin í körfunni Valur komið kortsæti og allt þetta, það á bara að vera gaman það á bara þessa stemning, þú veist, ég maður þegar ég var yngri þegar ég handboltana þegar ég var hérna slökkt ljós handbolta, það er eiginlega alltaf gert upp í kapla og hleypir inn og eitthvað svona ljós bara búa til eitthvað, bara, þú veist, búa til svona sjó þetta er entertainment business og það er verið að keppa við bara að hanga í tölvunni heima á krökkunum eða fóreldrunum bara að horfa sjónvarpið eða fara á æfingu eða hvað það er hvernig getur fengið fólk til að svona, ok, ég ætla aðeins að brjóta upp dæmin og gera núna eitthvað með krökkunum eða með vinnunum eða hvað er og fara á völlin þannig ég myndi segja alltaf bara umgjörð, búa til einhver umgjörð svo þarf það bara að koma henni til skila og það sem að kannski íþróttafélög manni hvort við tölum þetta áður við byrjum að taka upp eða hvað með sko markkópurinn er eitt bæjarfélag það er rosalega þægilegt heldur en það er kannski Colgate allir sem að, kannski Colgate það er allir tannbustur en markkópurinn er bara bæjarfélag og þú getur bara sett auglýsingu á samfélagsmiðla en það sem fæstir gera það er að fæstir setja ekki neitt pening undir auglýsa ekki og þá er það bara hjá þeim sem eru langt mest að nota miðlinn sem eru kannski örfáir eins og við veitum að þú nær svona ákveðnu svona maxi í svona organic fylgjendum sem er bæði vel eiginlega hlægilega lítið hjá íþróttafélögum bara þessi stóri með kannski 4-5 following það er ekki rosalega mikið sko en það stækkar ekki ef þú ert ekki að setja pening undir og þú getur bara þeir sem er að hlusta og veit ekki að það sé hægt þú bara setur eitthvað á eitthvað samfélagsmiðla innan metakerfisins að segja setur pening undir það, gera auglýsingu og bara targetur það í ákveðin ring sem þú vilt bara bæjarfélagið til dæmis bara bæjarfélagið og bara og minna í gamla dag þá var farið hérna í Garðabæ þá var farið fóru menn borð í svona stóran trukk sem hjálpa sér nátti og hérna svona gjallar á núna þá var kyrkt alla götur finnið leið til að láta fólk að vita og skemmtilega eftirminnilega bara í alveg bara komið út að það er ekkit eitthvað það er svo erfitt, það er ekkit erfitt það bara, en þú þarft að hafa fólk til að vinna í því og það er þá
afsprengi af grunnvinnunni sem ættir að vinna allan veturinn eða síðast ári með stefnumótunum eða hvernig ætla að við halda fólki sem vill taka þátt í samfélaginu. Já. En sko, því ég reyndi og ég sýndi svo sem líka að yfir fullt af íþróttafélögum á Instagram, ég bara svona fókusaði á það og það var svona misjátt, það sem ég fannst svolítið fyndið að þú veist að það alveg, það er leikur í kvöld, þú veist það er kannski svona 6 póster í röð sem það er leikur í kvöld, það er leikur í kvöld, alltaf sikkur leikurinn, en þú veist, kom hvað ekki fram, hvernig fór svo leikurinn eða voru ekki til bara einhverja skemmtilega myndir, oft er einhverju ljósmyndar sem að hafa áhuga á félögunum sem að það er bara svona skemmtilega að hafa þetta fjölbreytt, auðvitað þarf að passa þetta segja frá leikjunum, helst segja frá úrslitunum finnst mér og ég vil sjá leikmenn, ég vil sjá kalla, ég vil sjá konur þegar yngri flokkar fara að keppa á einhverjum mótum, mér finnst gaman að sjá það út af því ég sem foreldri finnst þykir alveg svakalega vænt það er félagi mitt setur liðið okkar á þarna og ég deili því náttúrulega bara sjá við því að hann var að keppa og eitthvað þannig það er þetta en svo eins og með viðburði að upplifun, mér finnst voðalega næs að vera bara heyrðu, ég nenni ekki elda förum bara, það er alltaf grill þarna, förum bara að fáum okkur þannig ég er rosa ánægð þegar ég sé að það er matur, þetta er ofta á matmálstíma þannig að ég sleppi að elda, ég er að styrkja félagið fínt, ég er mjög ánægð með það og þetta er líka hægt að setja inn á sportaflur bara foreldrar, komiði krakkar og allt þetta, bara komiði fjölmönnum þetta er að fara að gerast á leiknum í kvöld sko. Og þetta fer allt í gang alltaf þegar bestadeildin að byrja hjá langflestum og flestir eru farin að gera þetta vel og líka bara spólum tilbaka segjum 5-10 ár þá er algjör bylting í því hvað sko er orðið mikið að einhverjum hamborgarvögnum og það er þetta að kaupa sér eitthvað bjóri eitthvað og þú veist það er orðið svona upplifun í þessu og margir fara í mitt ég veit alveg fólk sem við komum bara til að fá sér að borða kannski hálfleikir eitthvað sem er litla krakka og ég hef gert það bæði í okkur bara þannig 4 ára núna að vera 5 ára fyrir 2-3 sumurum bara jafnvel í fyrra þá kannski bara förum við, tökum fyrir áleikinu og konum við fyrir heim bara eftir það, bara gaman, vera á leiknum og þetta er gaman og og þá er verið að fá sér hamborgara og hitta krakkana og hitta foreldrana og það myndast þessi svona þorpsstemning skilur við og allt í svona minkaþorpið og allir hittast en og þessi samfélagsmiðla pósta með leikur í kvöld og allt, þetta er allt miklu betra þetta var ekki, þetta er geggja hjá mörgum margir bara konum með kannski grafísku hönnu sem er örugglega einhver eða bara Canva og eina sem þú þarft að gera er að breyta dagsetningum og setja nýja mynd sko og okkur finnst það voðalega flott það er til minnst bara mjög auðvelt bara hveta líka alla bara til að hafa samband við eins og auglýsingastofur sem að geta búið til bara einhvern svona grunnpakka það er að búið til bara grunnpakka af alls konar myndum og efni sem er þetta síðan stilla saman að þú bara dregur inn bara mynda þér, Silja Úlfars hljóp 400 metrana á 9 heimsmyndi í kvöld þú veist eitthvað svona, það gæti gerst bara hana þá þarf kannski ekki útsprengtan grafísku hönnuð einhvern með sérstætt auga fyrir það bara búið og það er ekki að gera þetta hverju vik það er bara búið til eitt grunn sem þú skellir í Canva og svo skiptir hinn út og velji letur og svona það er orðið mjög flott hjá alla í svona byrjun bestildina hjá flestu liðum ég veit bara ekki alveg, ég er ekki alveg nú vel að mér í handboltanum, ég veit ekki alveg hvernig það gera það en mér grunar þess ekki, ég er alltaf ekki að sjá neitt nú er samt úrslitakeppnin að byrja núna er náttúrulega það að byrja, en það sem ég myndi gera til dæmis er þú veist, ef liðið mitt er að fara að keppa í úrslitakeppninni og ég er þjálfari bara þú veist, því ég er að þjálfa eitthvað hópa, þá myndi ég vera bara eitthvað, ég myndi búið til event bara, þú veist, eins og æfingu á sportablur og vera bara eitthvað, herðu, við ætlum að fjölmenna hverjir eru með, út af því leið og 3 eru búinir að merkja, þú veist, ég var áhuga, þú veist, going, að þá eru hinni bara, herri, þess allar fara, þá ætlum ég líka að fara, þú veist, þá svona, þú veist, þannig getur við búið þannig til. Og taka þátt í umgjörni, það er líka mjög skemmtilegt, og ef að barnið hitt er að taka þátt í umgjörn leiksins, bara með einhverju móti, það má vera bara hvað sem er. Þeim finnst gaman að fá hlutum, við þekkjum það alveg, börnir að fá hlutum. Og þá fylgjum við þeim og við erum stolt að það tekna myndir og deilast, þannig að samfélagsmiðlar eru alltaf go to miðlinn til þess að vera að halda upp í svona bussi eins og þessu en eins og sportaflir, frábær leið til að senda bara út, bara minnum leikin í kvöld og einmitt þetta að gefa krökkunum tækifæri til að taka þátt, þú veist, geta þau, minna krakkar í alveg þau gætu tekið þátt í að bara leggja á borð fyrir VIP-partíð, eitthvað svona bara flokkur minni með þetta hlutur ykkur, við erum í þessu og eitthvað svona, gera einhverja bóli bara fyrir þau sem að þeim líður eins og sé eitthvað sem skiptir máli, foreldrarnir fylgja alltaf, það er algjör galdur í því ef börnin er að gera eitthvað, þá eru foreldrarnir ekki langt undan og þá finnst þeim þau líka vera og svona bara það skapast svona byrju til samfélag en ef við ræðum áætlanir
þú veist, þannig að ef að ég er að sjá samfélagsmiðli hjá einhver íþróttafélagi eða einhver deildi eitthvað og þú veist, ég sá nefnilega talar áætlun í einhverjum póstum sem þú hafi postað, þú veist, hvernig myndir þú setja upp áætlun, þú veist, því ég veit að í dag er rosa margir bara að hlaupa á staðnum, sko, þú veist, ég meina, og bara reaktíft alltaf eitthvað bjarga, sko. Þú veist, hvernig býr þetta til, hvað notar ertu bara með Excel eða, þú veist, þarf eitthvað fancy eða er ekki bara að nota það? Tökum bara eins og núna þá, að þegar ég var alltaf að tala akkur gera íþróttafélög ekki eins og bara fyrirtæki. Og þá kannski bara þá bara í öllum fyrirtækjum þá gerð bara allavega áætlunni fyrir árið. Fyrsta lagi þá allavega kostnaðaráætlun í hvað ætla ég að eyða fjármununum. Hvaða vörur eru með og íþróttafélög eru með nokkra vörur, það eru deildirna bara, það er bara meistar og kalla kvenna, það eru yngjaflokkar, það eru þessu og allar íþróttagreinar alltaf. Það þarf bara að búa til svona plan, af því annars er þetta alltaf reaktíft og alltaf ert einhvern veginn að elta skottið að þér og hefur ekki stjórn á þessu og þá getur ekki heldur mælt, þú getur sagt bara ok, ég er með svona mikið í þessa deild, svona í þessa deild, svo sjáum við bara árangurinn af því og ef þú ætlum þess að fá meiri pening þá þarf það að geta sýnt fram á hvað þú gerðir, hvað þú eittir miklu, hvað þú mikil tímið, hver framkvæmdi það, hver var árangurinn, ok, við náðum ekki markmiðinu, það er alltaf lagi, það verður ekkert allir íslensmestrar, komast ekki allir á palla á Ólympíuleikunum, en þú náður einhverjum framförum, það var eitthvað sem gerðist og þú átt kannski vídeo af hlaupinu, skoðum vídeoið, skoðum leikinn, greinum leikinn tilbaka, lærum af þessu og þá getur þú gert bara, ok, þetta er engan veginn nóg. Það var allt og lítið sem fór í þetta en þegar þetta er náttúrulega ógeðslega þægilegt fyrir alla sem að bera ábyrgðina að sig gera ráðallanir en þá er engin accountable, þú veist, eða svona hvað segir maður, íslíku bara það er engin ábyrgur fyrir því einhvern veginn, það er ekki að bara setjast niður, tökum við það fund og förum að segja hvernig það gekk, það er ekki bara, hann átti plan, hann átti bara að bjarga þessu og redda einhverju og svona, og þess vegna ég alltaf að segja, þeir sem er að gera markaðsmál er að gera svo vel, þeir eru að gera mjög mikið gott og en það er einmitt grunnvinnan sem er að skemma fyrir þeim basically, að hún hafi ekki verið unnin. Ok, en hvað getur það gert? Hvað með tækja tól fyrir mig? Einmitt, þá tökum við bara, framkvæmdastjóri til mis á bara að vera ef hann er ekki markaðsmaður sjálfur, þá hann bara að vera með markaðsmann sér til hliðar. Af því að í alvörunni það gerist ekkert nema að vera eitthvað í markaðsmann, nema ímyndin byggist upp og við náum tekjunum, við náum inn á allir styrkjunum við náum að byggja upp einhvern basa af sjálfbóliðum, þannig að það þarf bara að setja þetta inn í þetta er bara með mikilvægstu störfunum, skilur. Ég ætla ekki að þetta sé mikilvægast en fjármálastjóri eða framkvæmdastjóri eða stjórnin eitthvað, en þetta er bara það sem mun stjórna sölunni, nýliðunni, tekjunum, öllu, þú veist, sýnileikanum, það bara markaðsmann unnur rétt, það getur kannski ekki verið mikilvægur hluti margt annað skref í því að verða Íslandsmeistari. Þú veist, þú bara fekkst betri leikmenn, þú fekkst betri þjálfara, eftir 20 ár kannski eftir að fórst bara algjörlega í kjölinn á hvernig við ætlum að vinna markaðsmál, söluna, ímyndina, alla þessa hagalega greiningu, hvernig við fáum bestu, hvernig við fær bara meira frá bænum til þess, bara er bærin líklega til að hjálpa þeim með nýtt mannvirki, ef hann sér hvað það að gera ótrúlega vel í öllu þessu, sína með mælingum, sína með árangri og sína líka bara hvernig gekk illa, af hverju gekk illa þá, hvað þurfum við meira af, þannig að það er unnið þetta, þannig að það er ótrúlega að segja bara hvað er nákvæmlega að gera, það er bara svona case by case, en í grunninn er þetta sama svona aðferðafræði, þetta er svona bara að gera einhverja rannsóknir, þú færð ekki rétt út nema færð bara réttu skrefin. Ok, en mér langar að heyra þig segja svona skref, þú veist, mér langar að þú veist, að eins og ég segi, bestadildin er að byrja til dæmis, þú veist bara ok, hér er nú að gera, þú veist, hvað ætti ég að gera, hvað ætti ég að posta oft í viku, þú veist, hvað ætti, þú veist, ég með, þú veist, það er hvað, leikur einu sinni í viku, aðra hverju vikuna er það heimaleikur, þú veist, væntanlega, þú veist, ertu með meira umstang, þú veist, svona auglýsa það þannig, segjum bara bestadildin, tökum bara það er bara herferðin, þú veist, þá myndum við klálega bara fara sko, þú veist, hvað er það langt dæmið hérna, hvað er margir leikir, mappa þannig, hvernig eru heimaleikir, segjum við sem einbytt okkur heimaleikjunum og en þá verður það ekki að tala um þetta víða sem ég er alltaf að tala um eitthvað svona grunninn og ég vil þröngja það. Þetta er bara að fara beint í það. Hver er markabúrinn? Hver þarf að vita þetta? Þú veist alveg hver það er. Það er bæjarfélagið, það eru iðkendur og foreldrar þeirra í fyrsta lagi og þá bara býrðu til, þá er það allt munusýrinu bara eins og svona samskiptaplan bara sem þú bara leggur út, þá bara mappar niður hvernig leikir eru, þú væntanlega ert með einhverja framleiðendur sem eru að koma að þessu og í dag er nokkur aðeins sem að gera það rosalega vel, koma bara leikina, taka upp og klippa bara á staðinum, posta fyrir þig og ég veit alltaf bara, ég held að sé Rec Media sem er að gera mikið af þessu sem koma bara, frábært
ókipis sjátt á það sem kom það bara og þannig að planið væri basically bara að vera með max sýnileika í kringu leikina en það er líka svo mikilvægt að eiga svona myndefni það getur alltaf, það virkar svo vel eftir á líka nákvæmlega og bara eins og allir viðburði bara trýsmyndir sem viðburði, þá er þetta bara þú markaðsett og kannski að leikur á hvað er þetta? 3 dagar, bara helgina, byrja kannski á miðvikudegi, þú veist, bara með leikur 3-4 í sísunni, allir vita að byrja á svona, segjum bara miðvikudegi, þá bara byrjar að kynna undir þessu, þú veist, þú bara byrjar að setja efni inn, þú setur á sportablur, minnir á leikur í síðan, það væri frábært ef allir væri þetta heimsækja yngri flokkana, einhverju leikmenn getur dreift sér niður, koma á leikinu, krakkar ekki, og svona, en það er kannski svona nýttigritt í, en bara í stóru myndinu, bara byrja kannski 3 dögum áður, setja pening undir, absolutt. Þú veist, þú ert að eyða pening í efnið að bústa það sem sagt já, þú ert að eyða efni að framlega please settu peningi að dreifa því dreifðu því hann að dreifðu því á alla miðla reyna að hafa, þú veist, veit ekki hvort það með ég segja þetta reyna að hafa bara eins mikið af krökkum sjáanlegum og leikjum og ég man alltaf eins og fyrra á stjórnunni bara með það þá vissi maður að stráknum sem er niður frá hann er þetta búin að tróða svo fremst skrefa stjarnan eða eitthvað það er bara gaman, þú veist og einhverju tilfellum þá var búið að taka mig til dæmis einhver, ég að sjálfsögðu deildi í því þá var ég bara með að gera það hann að hugsa út frá því, bara svona hvernig við getum stækkað þetta bara, en það eru margir sem gerir þetta ógstu vel, framlega gott efni en gerir ekki eftir það, og svo er það bara daginn eftir á að posta bara, þetta gerist eftir leikin, 100 viðtöl eftir leikin, okkar eigin viðtöl sína þetta, þannig getur við kannski búið til 5-7 daga af efni í kringum 1 leik og þó hann tapaðist eða hvað það er þetta er samt skemmtilegt efni svona að sjá og þarna þarf þú líka að sína styrktaraðalina, ef einhver styrktaraðal með, hann þarf að fá eitthvað út af þessu, þetta er alltaf þetta vinn-vinn, maður er alltaf að hugsa það alltaf vinn-vinn, bara þú veist af hverju þess að koma að hjálpa að vera á grillinu er það ekki bara því að fjóruflokku kvenna er kannski að fara til einhverstað mót í Svíþjóð í sumar, það er verið að safna og einhver fá eitthvað svona en það er samt orður rosalega mikið í því að það er oft orður svona, þú veist, að sjálfbólegar eru oft einmitt í einhverjum, það er ekki verið að gera þetta bara þegar að vera með í samfélaginu. En já, svona bara algjört einfalt plan, þannig að bara er auðvitað að segja eitthvað svona ákveð plan, bara eitthvað svona. Nei, maður bara misjátt þetta, já. En það er bara að hugsa bara hverju þú að sjá þetta og það er bara auðvelt í þessu. Herja á þann markað, sjá bara hvað þú getur kannski sé bara líka mælt, þú veist, hvað það er að setja mikið pening en í Íslandi til dæmis í samfélagsspilinu þú eiginlega getur valla eitt of miklu peningar eða það er bara verið svo lítið markaður að þú ert ekkert að ná einhverjum 1000 snertingum á einn einstakling á einu 15 sko þannig að þetta eyðist ekkert eitthvað þetta er engar miljónir sem fara í eitt leik sko og þarna bara getur þú mappa niður bara segjum að það sé heilt sumar þá bara veistu hvað það kostar fyrir hvert leik það er kannski bara framleiðsla fyrir efnið þú ert að skipuleggja þáttöku leikmanna í þessu þú ert að skipuleggja allt í kringum leikin leiður fólki að sjá hvað er að gerast hvernig uppbytunu var, hvað er verið að framkoma hvaða snillingar eru völlunum sem láta allt gerast það er ekki bara eitthvað uppbútt eitthvað borð að sjálfu sér, það er einhverju sjálfbóðlega ég er alltaf gaman að sjá bara eitthvað tjöldi bara sína alla sem koma að þessu til að sína þeim að þeim sem hluti að þessu nú er aftur komið það kannski í samfélagi, þetta snýst svo mikið það þetta snýst það, en mér finnst þá líka einmitt að það þurfi að kynna leikmenn já, absolutt og ég finna með mig að þú veist, mitt félag er FH, ég held að vita það allir að á tímabili þá var búið að kaupa svo marga leikmenn að ég vissi ekki hvað neitt hétt ég fór bara ekki á vellin voru kannski ofta ekki einu svona eitthvað svona aðalstjörnunar nei, þú veist, ég bara þekkt ekki og þá bara nenni ég ekki að mæta veist, en ef að ég, þú veist, hef séð þennan síðan hann var, þú veist, eitthvað yngri eða hann var út í atvinnumönskuður, kominn, þú veist, í klubbinn og eitthvað, þú veist, og mér langar að sjá og þú veist, ég veit hvað hann heitir, já þessi, þú veist, og eitthvað, og svo finnst mér líka, þú veist, í gamla daga voru leikskrár, þú veist, það er ekki, ég var alveg til í að hafa bara QR-kóða, þar sem ég get bara leiðir að lappa inn í stúkuna, þú veist, þá get ég sé bara, já, þetta er númer 12, já, það er þessi, eitthvað, þú veist, ég var til í eitthvað svo leis. Já, og það þarf ekki eins og vera útbrenda, það getur verið QR-kóð inn á eitthvað, bara til að sjá eitthvað svona. Þú veist, ég myndi mér að vilja geta farið bara á Instagrami hjá leikmennum, þú veist, þá bara þeir komin með, þú veist, þau komin með eitthvað followers, eitthvað skilur, þú veist, ég var bara til í svona eitthvað, bara, ég vil bara færast nær fólkinu og það hlýtur að vera markmið hjá félaginu að við þekkjum leikmennina að við eigum uppáhalds leikmenn eða við vitum einhverja baksögu eða þú veist eitthvað að þá er maður meira engaging skilur. Það er einmitt þannig og mörg félög bara til tegum káir nú er svona eitthvað svona í gangi á káir í fótboltanum kalla megin að það er verið að fá uppalda gaura tilbaka
það alltaf eitthvað meira buzz í því. Óskar Hrafn líka flinkur að búa til eitthvað buzz. Já, það meina þú ert að búa til liðsheild, þú ert að búa til liðsheild í liðinu og liðsheildin líka utan allar. Þannig þú þarft að búa til og þetta er absolutt rétt hjá þér, þú þarft að kynna leikmenna. Aftur bara í körfunni til minnst bara tökum það, oft veit maður ekkert hver eru. Það eru erlendi leikmenn sem eru komnir bara í 3-4 mánuði og það er oft svona þessi besti sem maður kannski aðeins hann ekki hann, þú veist, það er ógeðslega flottan stíl og eitthvað svakar í honum eða eitthvað en þetta er svona maður þarf að gera það sjálfur en þetta er einmitt líka í samfélagsmiðlunum það er ekki sem annað með svona plön sem að það, þú veist, bara búið sér líka til plan og hina dagana, hvað er það á milli? Tökum bara á hverju viku er eitthvað 4 eða leikur í vikunni 4 dagar sem fara í leikinn fyrir og eftir kannski hini dagana, hvað er þá? Getur við verið að búa til eitthvað efni með leikmönnum getur verið að kynna þá einhvern veginn geta leikmenn bara sjálfur búið til efni og það er bara það eru allir orðnir svo ótrúlega flinkir í öllu, ég er alveg viss að þau geta sjálf búið til efni og senda okkur en oft er þetta bara ógeðslega skemmtilegt efni þeir verið að koma á æfingu og búið einhverja keppni og síðan þetta líka bara þú veist, náttúrulega sko samböndin í kringum þetta eins og þetta bara íslensku toppfótbolti hann er settur nú til þess að svona bara pumpa þetta upp og svona og það er margt gott er gert þar Samlega. Og það er einmitt, þú veist, eitthvað svona verið að bara búa til herferð í kringum móti og svona en hún er vissulega rosalega mikið bara svona standalone herferð að því að móti er náttúrulega bara að byrja og svo endar það er svona hápunkturinn en það er enginn að tala bestu deildina í nóvember sko í janúar en kannski getur þau bara, þú veist, er eitthvað að gera, þú veist, það er náttúrulega að byrja líka bara kannski, þú veist, ég heyri ofta af einhverju stjörnum frá kannski bara einhverju sem er góður upprennandi 16-17 ára kannski frá krökkunum mínum og svo hann geggjaði maður, alveg snillingu bara hvað þú sagði hann eitthvað, hann er kannski að kíkja á Instagram eða eitthvað, þannig að við þurfum kannski að byrja líka bara neðar, við getum svolítið misnandi aðstöðun að láta kannski leikmenn að hitta krakkan sem að æfa, búið til stjörnuna þar koma á æfingar, þú veist þetta ættu allir leikmenn að vera með í samningunum bara eitthvað ákveði svona samfélags svona verkefni innan félagsins sem að er örugglega víða hvort það segir samningi eða ekki sko. Já, ég ætla að eitt sjátt á þetta Elisabeth Gunnars kom í þáttum til mín og hún einmitt talaði um þetta bara þegar þú kemur í liðið mitt þá ert þú fyrirmynd og þá talar þú við yngri leikmenn út af því að ef að þau telja sig þekkja þig að þá mæta þau frekar á horfuleikin skilur þannig að þetta er ekki bara íþróttafólk þarf líka að skilja þeirra hlutverk að það er ekki bara, ég er ekki bara að koma, þú veist, að hlaupa hratt eða sparki bolta eða eitthvað svona skilur, ég þarf að gefa mér út af því að það hjálpar félaginu mínu sem ég er í núna og þar að leiðandi náttúrulega bara, þú veist, býrðu til þinn fanbase og það er mjög mikilvægt og þú veist, og fljótlega lærur að þekkja krakkana, þú fann að gefa þeim 5 þeim finnst gaman að sjá þig, hei, ég ætlar ekki að koma næsta leik, þú veist, ok, ég er stólað og verður þarna, eitthvað skilur sem að gera svo mikið fyrir krakka ekkert eðlilega mikið og talaði mikið bara á æfingu já, mamma, ég verða að fara á leikinn, skilur hann sagði ég ætti að koma og hvetja sig ég mani til bara þegar ég var yngri þá var Jörund Dráki, hann var bara kennarið eitthvað íþrótta hann er yfir maður knattspyrnumál með KSÍ hann var bara eitthvað svona hann var regla 16, 17, 18, 19 kannski sem einhver svona nörglega yngri máli, ég veit ekki hann var alltaf konið meistarlokk þá var hann að kenna okkur, var svona einhver kennar á þessu námskeiði og hann var alltaf með, þið komið í kvöld og maður sá bara stjörnunu í augunum og hann var ekki orðin einhver hetja þarna sko hann var bara fyrirmynd Gat hann eitthvað í fótbolta? Já, það var það ekki Nei, ég veit ekki Jú, já, það var flottur á velli Nei, bara, þetta eru fyrirmynd og krakkar, þú veist þau oft velja sér ekki fyrirmyndir eru bara í lífið þeirra, þú veist, og sérstaklega ef þetta þau bara allt í nöður komið fjölumjölu þau unnöku velun eða eitthvað svona en síðan er þetta oft líka bara í nánasta umhverfi og það er eiginlega synd ef að krakkarnir okkar viti ekki af hverjar mögulega stjörnuna þeir eru að æfa kannski á vellunum hliðina á saman tíma þeirra æfingu en þú veist, þau getur komið niður í skólana leikminni getur komið á leikfimæfingar eða hjálpað með eitthvað búið til einmitt líka, bara nú voru að tala um krakkar svona, ekki nú aktífur í íþróttum og íþróttatímum þar að segja, þú veist, eitthvað svona bara ekki nú kúlu og eitthvað ef að leikmyndir að mæta, þú veist, bara stelpunar kannski sem eru að byrja að fótbolta sjá allt í stelpunar mestralum konar í skólan á leikfimæfingu eða bara eða á æfingu í fótboltanum, koma bara að hjálpa þeim aðeins, þú veist, þetta eru margir leikmenn að dreifa þeim niður og það er að gera plön með þetta svo sem líka sko, Excel fyrir það Ég fekk þegar ég var að þjálfa frjálsar, ég fekk Aron Pálma, hann var 17 ára til að koma bara og spjalla við okkur bara, þú veist, eitthvað, hann var flottur eitthvað, mér fannst það náttúrulega stór, hann var náttúrulega mjög lítill, þú veist, bara 16-17 ára sko og hann eitthvað segir bara eitthvað, ég bara passaði fúst fyrir leik og bara því að svona og sé þetta og gera þetta, þú veist, og bara hvet ykkur til þess að vera duglega að hugsa vel ykkur, þú veist, hann bara eitthvað með eitthvað svona og ég segi, herri, við ætlum að koma að leik á eitthvað, 3 dagina eitthvað þegar þú skorar mark, ertu til að hlaupa til okkar og gefa okkur merki og hann bara, já, hvað merki?
við völdum merki, hann skora fyrsta markið, hleypur að okkur, búin að finna okkur, gerir merkið, við erum bara öll, bara 30 manns, fans, bara Instant, punktur, bara 0-1, þú veist, þannig að hann kom að spjalla á okkur, ok, allt í lagi, en hann stóð við þetta, ok, 100 rockstig, þú veist, þarf ekki meira, þú veist, þannig að það er þetta að gera alls konar svona gerir líka, en ég veit að það er ekki allir þessar típur, það eru X-faktorar hjá mörgum og það eru, þú veist, fólk er náttúrulega introvert og extrovert og eitthvað, þú veist, en það er bara að finna hvað henda að gera og hvað þóra, en þú veist, þetta er ótrúlega mikilvægt, það er ótrúlega mikilvægt fyrir félög að eiga karaktera og það er ótrúlega mikilvægt að bara fólk þóri bara að vera karakter. Já, og bara, þú veist, og líka yngri krakkarnir verða kannski, þetta byggist, þetta er alltaf svona uppbyggingu, til minnst bara ef að ég sá einhvern sem kom til mín þegar ég var kannski 8 ára, 10 ára einhver úr mestrarálum kom til mín, gaf mig fæ og tók okkur svolítið inn og svona er ég þá ekki kannski líklega til að vilja verða svolítið líka þegar ég verð eldri, þú veist, er kannski leiknum vill gefa tilbaka, þannig að það er bara, þú veist, þetta er ógeðslega mikið, svona eins og markaðsmál í íþróttafélögum, þetta er ógeðslega mikið, bara í alveg svona teambuilding, þetta er menning, þetta er samfélagið, búa til, þú veist, að því að markaðsmál er ekki droslega flókin, síðan kannski bara getur þú fengið bara, eða þannig, ég ætla ekki að lítið úr fæðinu sem ég vinn við, en þetta er oft bara hver er vara mín, hver þarf neytinar, hver þarf að koma eitthvað, hvað þarf ég til að lifa af til að geta til að hafa svo vöru bara á boðstólnum og svo bara ferðu í planleggingar í því, þess vegna kannski erfitt fyrir að finna út nákvæmlega hvernig planið verður, af því að það mun svolítið bara unfoldast sjálft, þegar þú ert bara með kóða með allt hreint hvað allt að gera og allt það, en það verður að unnið þannig ofar, þetta þarf að byrja í einhverju menningu og hvernig er menningin í þessu félagi, erum við hvetjandi þrátt fyrir að sé gangi illa, erum við heyra krakkarnir alltaf bara rakkanu þjálfaran, reka hinn og þannig að við erum gísleismestrar, eða er þetta, að því að íþróttafélög í dag erum ekki að tala um að búa til góða manneskjur, förum all inn þangað, þá kemur þetta svolítið, þú veist, og við finnum alveg þegar kemur góður árangur á félögum, ég verið til minns inn í stjórnum þegar það gekk alveg ógeðslega gaman, þá kemur meira fólk, það er bara þannig, þú veist, en getum við búið til menningu sem er þannig að öllum líði eins og að gangi alltaf ógeðslega vel, veist, að því að annar flokkurinn að ganga vel, þessi í stelpuflokkur að ganga vel, á N1 mótinu fengum við hátíðsjálfsölun og allir flokkarnir fengum byggar eða eitthvað búið til að finna árangur, að þeim árangur er ekki alltaf bara fyrsta seti, og það er eins og maður heyrir oft bara frá foreldrum bara í íþróttum að þau vil ekki endla börnin sín sé í besta liðinu, það er ekki endla það er svolítið mikið kapp og svolítið mikið keppni, mörgum fyrir svolítið svona erfiðari stemning þar, bæði hjá krökkunum og foreldrum, það er svona, þú veist, það er allir að horfa það hvernig á að ganga og öllum finnst þess að þau eru eiga að vinna og þar fara kannski oftar krakkarnir að gráta allir þetta leikið að tapa, að það er svo mikið álag og svo mikið svona spennandi, þetta er við íþróttum, þú veist, og ég er við erum búið til afræðsfólk líka, það þarf að vera bæði ég er allir þar og við erum búið til afræðsfólk og bara það, þú veist, að vera íþróttumar í grunni þegar ég var krakki, ég hef bara nýst mér óendalega í lífinu, þannig að það er það sem ég vil að krakkar læri íþróttum, en líka, þú veist, svo hafa 95% þeirra sem voru samt að reyna að vera eitthvað í íþróttum hættu að vera í íþróttum, svo fóru þau bara að vinna, fóru í skóla og fóru kannski bara eitthvað að djamma og vera unglingar og hafa gaman eins og er, en þau búi alltaf að því bara, já, ég er stjörnumar, ég er F-fæðingur, ég er K-ringur og ég mun pottið, ég hlakka til að eigna spött sem fara að æfa, þá til að taka þátt í félaginu og það er svo, ef þú brýtur þetta einhvers staðar, þá er bara líklega, og þetta getur meira að vera bara fyrir bæjarfélagi, þú veist, kannski fyrir bæjarfélagi getur missa fólk út úr bæjarfélaginu af því að það var ekki alveg að finna sig í íþróttastarfinu og bara alveg gott að vera F-fæðingur, þú veist, vini mín hafa flutt inn yfir laginn sko og farið inn og ég bara, hvernig gastu þetta? Nú ertu F-fæðingur, börnin eru F-fæðingar, þú veist, það er svona djók, en mann er svona smá, bara, neða, ég bara brennimertur, já, hann þetta hefur mjög víðtæk áhrif innan samfélags, hann er bara samfélagi heild, þarf að vera mjög sterkt. En mér finnst líka, sko, þú veist, út af því að þú veist, við byrjum í íþróttum í félaginu, kannski 4 ára og svo eru kannski krakkarnir að hætta 15 ára og ég var nefnilega eitthvað að leysa við einhverju svona barna íþróttaskóla eitthvað og þá var ég alltaf, þú veist, sá ég einhverja stráka sem ég hefði verið að þjálfa 14-15 ára og nú voru þeir komin með, þú veist, 2 ára gömul börn og voru að koma aftur inn í félagið og ég myndi hugsa, ég það bara, damn, við mistum þá, ég hef ekki séð á hérna í svona 15 ár, ekkert eðlilega sorglegt, sko, þú veist, þannig að ég er búin að vera að hugsa bara, hvernig getum við, þú veist, haldið áfram að virka þetta fólk og þú veist, þannig að við séum ekki alveg að missa þannig að þeim langi að vera í þessu samfélagi, langar að koma á leikin og þau eru velkomin og eitthvað svona, þú veist, ég held að þetta sé stór partur, sko. Ofta tíðum við meira sér þannig að, sko, þegar krakkar hætta í þessu 3. öðrum flokka eitthvað svona, segjum við bara öðrum flokk bara þurfum bara náttúrulega ganga út úr félaginu, basically. Þá er ekkit endilega verið að kveðja, það er ekkit eitthvað
loka hóf, það er ekki eitthvað svona bara hættir að mæta. Já, þú bara, takk fyrir, þú fórst í gegnum allt okkar starf, þetta markaði fyrir lífstíð og svo bara þögn og það er ótrúlega óþægilegt og ég til minns lent alveg í þessu bara, og þú veist, margir lenti þessu bara svona er bara búið, þetta er svona þetta er ekkit eitthvað eins og allir minnst eitthvað svona top athlete sem hættir allt í og verður allt í þunglitur og eitthvað svona þegar hann fær ekki bæsið sitt en þetta er svona, það má alveg ljúka þessu betur til þess að hafa fólki betur inn í félaginu bara lefa að hafa einhvern veginn áhrif, þú veist, bjóða í eitthvað hlutverk, get ég haft eitthvað hlutverk en mér finnst ég líka oft tala ég meina, þú veist, við þurfum að hugsa þetta vel alla því þetta gæti orðið næsti formaður, næsti gjaldkeri, næsti vasperi, næsti búningamæður, eitthvað svona skilur þú veist, en ég hef oft hugsað líka, þú veist, eins og með þú veist, í allan að bolta íþróttunum að okkur, þú veist, höfum við ekki samband við þau og bjóðum þeim að koma dómaranámskeið þjálfaranámskeið, dómaranámskeið já, bara svona, þú veist, megum við bjóða ykkur að koma í þetta, þú veist, kannski finnur þau í einhverju svoleiðis, einhverju kannski segja já, ég er alveg til ég en aðrir, ekki þá er það allan að, þú veist, það væri bara óslega gaman að taka bara eitthvað svona mega, stefnumótun á íþróttir á Íslandi og hvort þeim einhverjar deildar og prófa eitthvað nýtt, prófa eitthvað projekt og það gæti verið þetta er góð hugmynd, bara viltu koma á svona námskeið eða getur við bóðið hlutverk sem sjálfbólið, viltu vera með öðrum flokkum á næsta, viltu vera svona líder fyrir strákana í 4. flokk þú veist, þú varst algjör líder í hópnum, þú varst ekki bestur en þú varst kannski líder og hafður ótrúlega góð áhrifin í klefanum og íttir öllum áfram og hafði gaman, væru til að koma inn sem svona smá mentor þú veist, það er kannski, er ég góð þar, þú veist, af því að einhverju upplega sem bara, ég var bara ekki náðu góður, enginn sagði blessi mig, ég bara, eftir síðasta leikin í mótinu, það bara hvarf ég einhvern veginn, og enginn einhvern veginn, þú veist, en þetta er bara góð hugmynd, bara gefa fólki. Já, en þú veist, með vörumerkið, þú veist, við þurfum náttúrulega að passa upp á það, þú veist, eins og bara logo félaga og svona félagsins, þú veist, þegar við erum að pósta, þú veist, ættum við að reyna að hafa logoið inn á póstunum eða, þú veist, já, ég myndi alveg það, þú veist, ef við förum bara eins og svona bara, þá bara vörumerkja stjórnununa, þannig, þú veist, þá er það ótrúlega mikilvægt, þú bara eins og í fyrirtækinu, þá er bara að gera vörumerkja handbók og ég veit að margir hafa gert svona hérna heima, jafnvel að hreinteikna merkin sín og búa til alls konar liti og gert auka litapalettu og er að passa þetta og sem er alveg skemmtilegt og leiðu að fara í smá svona pælingar, það er komin í smá svona markaðslega svona einhvern veginn fræðið mennsku eða eitthvað svona skilju, þá ertu fann að ákveða konar reglur, við meðum bara vera hérna blátt og hvítt, svo getur við svona, svo getur þessi paletta þannig er þetta er cool að gera bara auka ból í þessu lit eða þú veist, gerum eitthvað svona, að þú veist, alltaf leið og byrja að pæla í þessu, að þetta er kreatíft skilju, þá ferðu alltaf einhvern veginn að gera eitthvað meira á svona F.O. hefur gert þetta mjög vel F.O. ótrúlega vel, tóku hana Pieta búningana mér svo alveg frábært þú veist, búa til eitthvað meira í kringu vörummerki tengjast einhverju góðu, allt geta búið til vörusölu og vera að tengjast einhverju öðru í samfélaginu eins og var mjög mikilvæg málum eins og Pieta og þú veist, það er svo margir innan þessar íþróttafélaga sem geta lagt málum í lið og þú ert búin að segja, hei, við erum bara stolt hérna að styrkja þetta við bara hvetjum til að gera þetta, seljum eins og bóli þið fáið aukaból sem er hérna vertur F.A. og Pieta, guðlið ekki allir vilja þetta, styrkið í leiðinni þú veist, þetta er brilliant þetta er bara svona náttúrulega markasetning bara til að láta það gott að leiða allir fylgja sér baka en það má bara hugsa þetta á fleiri stöðum fyrst mér og vörumerki, þú veist, margir eru bara neginn, þú veist, maður sér svona bara illa farið með vörumerki, þau eru byrt einhvern veginn skringilega og skrýtni litir og eitthvað svona sko og svo náttúrulega bara þetta svona tala um hana, þau séu ekki eins og varin höfundarétti sko. Nei, það er alveg skrítið. Það er eiginlega verst. Ok, þannig að þau eru með logo, þú veist, þurfa íþróttafélög slagorð eins og í fyrirtækjum eða ættu þau að vera með gildi félagsins eru eitthvað bla. Sko, ég er ekkert rosalega mikið fan á gildi en það er eiginlega samasamt, þú veist, eiginlega bara hvað orða er, en ef það er eitthvað sem að fólk fylgir sér á bakvið eins og bara segjum Nike bara just do it. Þetta hefur örugglega á skrifstofunni Nike áhrif, þú veist, á fundum eða eitthvað, það er eitthvað sem bara hefur, þetta er bara just do it, bara okkar motto er bara just do it, gerðu þetta bara byrjaðu, gerðu þetta, þú ert að prófa þau og þú þarfst að finna frelsið til að fá bara að gera hlutina og væntanlega er þá einhvers umhverfi, gerðu þetta bara, við erum að mæla hvort gekk þetta vel upp eða ekki, hlöftu bara svo 400 metra, gerðu það, þú veist, þá ertu byrjaðu að hlaupa eitthvað, þannig að þú veist, það er bara eitthvað, það er ekkert gildi, ég er alveg vissum að Nike sé ekki með eitthvað vegg virðing, samvinna, fagmennska
og allir bara, hverju gildir það veit ég Það var ekki enginn það. ég ætlum bara núna nært að dæmi á mér fastaningafélag, svo ég nú aðeins að koma mér að þá voru við hét fastaningafélagi Heimar, það hét Regin, það mundi enginn hvað hét Nei, og það voru allir að segja það og annað samkeppnis félag þú ætlar ekki að segja. sem ég ætla ekki að segja Nei, sem bara svona, og maður bara svona veistu ég alveg ekki hjá hvornu átt að leigja bara ég veit ekki, þetta er bara eitthvað, þetta er alveg orð eitthvað svona, og það var engin sérstað, vissi enginn fyrir hvað stóðum og eitthvað svona já, út úr þessu farið, það skiptir svo ekkert máli alltaf hvert logoð er, hvert nafnið er þú veist, þessi nafn á íþróttafélagi þú veist, ég myndi þessi nöfn sem íþróttafélagum í Íslandi þetta er ekkert endilega allt eitthvað eins og erlendis eitthvað svona Raptors eða eitthvað svona, þetta er bara eitthvað Stjarnan FH, fimmleikafélag ekki svona fimmleikar hana? Já, en þú bara fylgir á baka þetta er bara þitt, þannig að það breytir eiginlega lengur DNA. en þú þarf til að vita fyrir hvað stendur og ef þú ert leikmaður eða leikmaður eða starfsmaður þá þarf svolítið að vita hvað við gerum, hver eru við, hvað er okkar eins og í Ísland, við erum ofta eitthvað svona fyrir um íslensku geðvikinni, það er svona svolítið svona það, þú veist, er það einhverstað á veg íslenska geðvikin, skilur það er hvergi, en það er eitthvað sem við erum öll til að skilja það, við skiljum það, íslenska geðvikin er einhvern veginn svona eitthvað svona þessi loka gýr sem við vitum að við eigum þegar við erum komin á veg nú gerum við það, já, bara, það fer enginn að fara að taka okkur þetta niður og hjá okkur þá var til þannig á heimum, þá var til orð eftir við fórum svolítið að greina hverju værum og svona, sem er bara annað og meira bara við erum annað og meira, þetta er bara svona fyrir þig er þetta bara, hvað mennur eitthvað, skiptir ekkert endurlega að þú skilji það núna, en innan hjá okkur vitum við erum alltaf að gera hlutina á þann hátt að við séum að hugsa annað og meira, við gerum það öðruvísi og við gerum það aðeins lengra en aðrir þú veist, bara ef einhver gerir svona þá finnum við leið til að gera það aðeins betur veist, og það er þessi aukagi, það er þessi íslenska geðviki við getum ekki sagt það í fastaningafélagi förum út á geðvikinni íslenska geðviki það er þessi gildi og allt það, þannig að ég myndi segja það klárlega Káir er væntanlega með öll sem eitt núna, allir sem eitt það ekki, þú veist, það er svona samstæðan en ég er ekki til sem að nota það rosalega sterkt en eða með þetta búið að klefa allstaðar inn á skrifstofu allstaðar en það er bara, íþróttafélög í dag eru bara skrifstofan held ég að sé ekki rosalega mikið eins og topp fyrirtæki það er eiginlega svona það er leiðin sem ég er að koma inn í allt þetta sem ég var að tala um það sem fundið MSK ástæðan fyrir að þú hérstælina vildi tala um mig þú veist, mitt viewpoint, ég er ekki að gagnrýna þetta er alveg bara, við þurfum aðeins að vinna þetta faglegar eins og fyrirtæki gera en íþróttafélög eru þannig verndu að þau eiginlega þau getur frá hausinn, þú veist, en þau eru svolítið svona safe, þú veist, þau eru með bara endalaust mikið að iðkendum og eitthvað það er svolítið svona sterkur grunnur að því en ef þú ert að stofna fyrirtæki, bara pizzastað hérna hann fer bara á hausinn ef þú sinnir ekki markaðsmálum hann fer á hausinn, bara markaðurinn étur þig og þú getur ekkert sagt eitthvað já, hann er svo dýrt, ekki að vera í þessu business en við erum svo fá, fyndu fólk þannig að við erum bara í því að þú þarft að láta businessi ganga og íþróttafélög þurfa eiginlega að komast á það stað að sé bara að því íþróttafélög eru full af eldmóði, það er öll rekin af einhverju fólki sem bara það er einhverju einast íþróttafélag í Íslandi er einhver nafn sem allir segja, já, við værum ekki en þetta var ekki verið hann eða hana þetta er svona fólk með eldmóð, passion sem bara gerir þetta, pæli aldrei hvort sé að fá okkur fyrir það ekki, það er ekki eins og spyrja hvort það fá ársmiðan eitt eða hvort er alltaf að flagga hann að enginn sem reykja hann úti eða eitthvað en við þurfum aðeins að komast lengra til þess að vera að geta faglega, til þess að ná á næsta skrifa, við erum bara fann að komast lengri í Evrópukeppnum, við erum orðin alvöru, við erum ekki lengur bara eitthvað djók En hérna, og þegar við skoðum hana liðin á Instagram og svona, erum við liðin að fókusa followers? Við sáum alveg, þegar við skoðum þetta, þá sáum við einhverju vorum 800 og svo er einhver með 8.000. Já, einmitt. Og þú sér KSI með eitthvað 20.000, 50-80.000, ég man ekki alveg töluna, en þú sér alveg, það er til dæmis íþróttafélag á bara hérna sem er í aftur með fótboltann, bara í bestu deildinni, sem er með færri fylgjendur heldur en fjallahlaupaþjálfun. Einmitt. Þú veist, sem er geggjað krú, þú veist, en þau eru með vöruna á hreinu, það er einhver áhuga á fólki sem vil fylgjast með eitthvað svona, þau eru ekki eitthvað að bústa sína posta eitthvað svona, en þau eru bara ennþá á þeim stað að þau geta náð aðeins meira bara því að hlaup er að stækka á Íslandi og vera meira svona, en það eru til dæmis með mjög sterk áhrifalda í því sem er til dæmis út að hlaupa, Snorri Björns og svona sem eru algjörlega að keyra það dæmi alltaf áhrifan, sko, og hérna, þannig að það eru með áhrifalda sem er að búa til stjörnur. Það er engin fjölmiðl að fjalla hvernig Toppa gekk ykkur fjallalöfum úti, sko.
Eða, ég hef aldrei séð neitt. Smá, Hefur komið? já, Kannski það ég mistaði. alveg smá eitthvað, en En þú veist, já, bara- með ekkert eitthvað. bara mjög brjálæðislega lítið að mikið. fjallum, bara hlaupin þannig, þú veist, þetta er svona býst til hannig, en ef þú tekur mér bara svo Instagram akkantana þeir stækka ekki þetta, ef þið setja eitthvað undir, þá eru þið bara inn í sínum chamber, þú veist, En það er eitt sem við erum ekki búin að ræða, það er story. sorry, já. Út af því að það er náttúrulega ótrúlega klókt til þess að deila og taka og hini byrta og þú veist, Algjörlega. og svo fyrir þetta svolítið svona, þú veist, þannig að til dæmis, þú veist, auðvitað ættu, hvað segir bara, áhorfendur, þú veist, sem er á leik, þú veist, mér finnst ótrúlega gaman að sjá því að þau taka einhvern Já. og þú veist, og það er repostað Já. og þú veist, og þá sérðu bara, já, þessu leikar, ok, kannski fer ég næstu eða eitthvað, þú veist, að ég ætla að prófa að taka og, þú veist, Bara og þá getur þú hugsað þig bara hvernig getið margfaldað, hvernig getið, þú veist, margfaldað dreifinguna, Já. að þegar þú setur bara beint á gæðin, þá gerist það ekki. Þú getur sett peningundi það, þá gerist fullt, ferðu bara á einhvern ákveðin hóp, sem bara séð þú bara annarkvort alla, margir gera bara einhver og ég myndi að bara sjá bara frá leik, bara höttur og eigistu, bara frábært í gæra, það kann enginn á samfélagsmiðlunni hérna, bara sett á alla, eitt og geðu ykkur peningi allar í Íslandi, Já. en í story, þá getur þú getur bara taka alla maður, þú getur bara taka alla þú getur gert svona collaborator Já, og þá fyrir hinn að deila líka. það En fer svo það hjá hinum líka. Já, og svo eru margir sem kunningi alveg stillinguna, kannski að passa það, svona, ef þú tekur smá kennslu á það, Já, að þá er náttúrulega stillingar á bakvið sem eru þannig að þú getur stilt þannig að enginn geti dilt. einmitt. Þannig að passa það. Já. Og þetta er líka bara, þú veist, ef einhver er bara núna að fara, shit, bestildin að byrja á, hvað er ekki, lögðin? Jú, Já. 5. eða ekki? Stjarnan er að fá á mándaginn. Hérna, Það er alltaf. fá svona ráðgjöf. Já. Þú veist, það er alltaf að vera að fá ráðgjöf. Fá einhvern að fund með sér, getur kent okkur eitthvað aðeins á þetta, annarkvæmt Já. hitta auðvitað, þú veist, tala við fólk sem kann þetta bara, það er fullt fólk sem kann þetta, menn, þú veist, það er stengur í skiljum, en það er fólk bara getur komið klukkutíma og fund, kent okkur aðeins, þú veist, eitthvað aðeins. Þannig að ég myndi story góð leið til þess. Já, mér finnst það allavega svona, þú veist, mér finnst það skemmtilegt og þar er hægt að sína bak við tjöldin og þess að það. En hérna, hashtag. Búið. Já. Eða ekki. Ég Ég þekki það ekki, kannski er það á TikTok, ég er ekki alveg nóg góð þar. Þú veist, Kannski er þú eitthvað svona notar þar. það til þess að, þú veist, þarna, eitthvað fyrir þig page og eitthvað svona, þú veist, þannig Já. þá ertu svona aðeins, þú veist, þú notar það svona aðeins kannski til þess að dreifa, Já. en þú veist, mér Og finnst fólk haldu ekkert, utan kannski, þú veist, Já. bara utan eitthvað dæmi. en mér finnst það, einmitt, ég sammála, mér finnst það ekkert eitthvað verið En mikið. QR-kóði, þetta er mjög skemmtilegt. Það er alltaf verið að tala um hashtag þetta og Já. QR-kóði. En QR-kóðin klárlega komið tilbaka. Já. QR-kóði bara, Ég segi að ég vil fá leikskrá á QR-kóða á veggi, ég segi það, í bara öllum bara leikjum. við ingangin, þá bara skannar þá sér bara- bara byrjunlið. Mér er sama hvað Og- íþrótt það er, Já. ég vil fá þetta, ekki láta mig leita, ég þóli það ekki, Já. já, getum við svarað í það og bara Já. heimasíður og eitthvað, ekki láta mig leita henni, Nei, og þú veist, bara þú getur trottu séð- sér andlitið á mér Já. og hérna, þú veist, ég vil frekar, þú veist, bara fá þetta í andlitið og Mhm. geta ignorað þetta heldur Já. en að ég þurfa að leita, ég veit ekkert verður en að leita. vefur hjá sér fyrirtækjum. Já. Fyrirtækjum, segi, félögum. Já, Þeir eru í langflestu tilfellum ömurlegir, ég ætla bara að segja mér Já, það, gjörsamlega það er það. glataðir, það er ekki Já. verið að halda þeim úti, nei, tökum bara aftur fyrirtæki, ef við með þetta fyrirtæki, mm, þessi félög er miklu stærri en mjög mörg fyrirtæki sem við erum í bara samstöðu daglega, þú veist, Já. ég er að kaupa eitthvað af þessum, þú eitthvað af þessum, miklu minni kannski að einhver leiti, mm, en það er verið að halda vefnum updated, þú veist, það er verið að setja inn bara hvað er nú, hvað er nýjasta vörulega, Já. er þetta uppselt eða ekki, þú veist, Já. bara það er bara eitthvað sem maður getur algjörlega drepið businessin, eða þú ert ekki svona að uppfæra magnið sem þú átt eða hvort það sé Einmitt. búið eða eitthvað svona, það er eins þarna, bara QR-kóði, þá er bara byrjunlið eða eitthvað, Einmitt. og hvern leikmann, smellir á hann eða eitthvað. ég vil fara á Instagram Já. hjá þessu fólki og bara, þú veist, Já. því ég bara leiði mér að kynnast þessu fólki, mjög forvitin, bara býta nú við, hver er þetta? Já, bara, þetta er ógeðslega einfalt, þetta Já. er bara, en þú þarf það tíma og það er einhver að vera búin að búa til grundveldan og hafi tíma til að vinna þetta, það er nefnilega oft svolítið ósengett að við séum alltaf að byggja eitthvað frá markastjórnum, hann er bara á kafi, þú veist. Einmitt. Það er nefnilega vandamál, ég held að það sé stóra vandamál, ef það væri bara aðeins búið til andrými, betra skipulag, Já. meiri fókus, meiri svona, betri fókus, segja það, bara að þetta sé, einhver hafi vinnu, bara ró til að vinna, sé ekki alltaf bara leikur okkur morgun þessum og morgun þessum og það bara gefst ekki neitt. Nei. En þetta væri mjög gaman, bara QR-kóði Já. inn og sjáin á Instagrami og þeir sem eru með opið, aðrir eru með lokað eða hvað skilur, Já, bara en whatever. flestir eru aldrei illa að Við hafa viljum, opið við viljum búa til fleiri hetjur Já. því það er gott fyrir íþróttasamfélagi Já, okkar, sko. flestir íþróttum eru náttúrulega líka í einstaklingsmiðu líka að koma sér Já, á framfæri, þú já. veist, og þó ég sé hægri bakur í þessu liði og er algjörðu liðseldinni, það eru líka einstaklingur sem að vill ná langt Já. og ég er með mín einn drauma og mín einn væntingar, Sjálfsögðu. þannig að það er ekkit það er ekkit, það væri betra fyrir íþróttum að hafa opið Instagram, það er allmis ef hann vil sína Já. eitthvað, þú veist, og hann getur
svo líka íþróttafólk hefur við fyrir bara síðan í einstakinn sjálfan. Það er nákvæmlega síðasta dagskrá hjá okkur. Það er bara ótrúlega skemmtilegt. Það er ofta eitthvað, nei, ég er ekki með umboðsmann. Þú veist, þetta er lélegast afsökunin. Bara auðvitað geggjað umboðsmann. En það byrja ekki allir þar. Þú veist, þú verður bara að gera eitthvað. Þú er bara, sumir eru ekki mjög svona outgoing, ekki extrovertar eða eitthvað og þá er það kannski aðeins erfiðara fyrir að fara að búa til eitthvað efni sjálfur og svona. Já. En þú veist, íþróttafélag getur líka að hjálpa til við ef það er prógram sem er miðað að því að highlighta svolítið þá sem eru að gera eitthvað og þú veist, og er meira til í það, þá getur að hoppa sér inn í það og svona. Og ef að það lítur að vera þannig ef að ég er 17 ára unglingur, þú veist, efnilegur farin að dara svona við að vera í liðinu hjá meistaraflokk, hvað íþrótt sem það er, þá hlýt ég vilja fá smá athygli á það, þú veist, eitthvað, þú veist, láta einhver taka myndir af sér, þú veist, þetta er oft í svona, mér finnst þetta oftast vera meira gert hjá fólki sem er bara eitthvað svona að gera þetta for fun, bara eins og ég leit marathon, ég ætla að fara Laugaveginn, ég er í puffinu og eitthvað, fyrsta sem ég gerir er alltaf, hér komin í mér, kíkja úr myndir af mér, einhver henni slöggi setna gauðra hlaupangstæri miðið þófi, já, þetta er besta myndin, setna hana, djúðlega gaman í gær, fórum þetta hlaup, og ég er að gera þetta. En fólk gerir þetta líka sem dagbók. Það er ógeðslega gaman að fá memories eftir á, bara heads up, sko. Ég er samanlega því, highlights og eitthvað svona, og nú fór alltaf Instagram mið. Ég set það hana. Nei, og en það bara, það er þannig, bara, kontra framfært, þú lítur að monta einhverju, en síðan kannski kaupir hans í nýjan bíl, þá fyllist alltaf bílnum, bara, come on, segðu mig hvað góður í fótbolta, í hvernig skóm ertu, hvernig aukaæfingar ertu að gera, þú veist, hvernig físikinn að þér og allt þetta, þú lítur að ná athygli fólks. Já, og líka bara, þú veist, svo eru margir sem að kannski langar að prófa að fá einhver svona samstörfi eða eitthvað, en þú veist, þá þarftu nú aðeins að þóra að sína kannski frá og eitthvað svona og einmitt líka með þetta, með orðsporið, þú veist, að þú ert náttúrulega söluvara í raun og veru og maður þarf að passa hvað maður segir og gerir og hvað fer á netið og það allt. Ímynd skilur íþróttamanns er alveg mikilvæg ímynd vörumerkis eða fyrirtækis eða hvað það er og margir sem að ná langt bara skrásetja sitt eigi vörumerki náttúrulega og er bara orðnir vörumerki sitt og þegar þú ert það var alveg mikilvægt til 16 ára af því að þjálfari sem heyrir af þessum, hann er mjög efnileg en þú veist, maður er að heyra sögur þú veist, eitthvað svona ég sé hún alltaf á djamminu og það bara vera að posta ykkur svona þú veist, ok, ekki hægt að lifa verður með vinnin og fara í útskiptaveisluna og hvað það er, en það þarf ekki að sjást í drykkin skilur við, það þarf ekki að sjást í einhvern svona persónu einkenni sem eru þannig að þjálfarar ekki trifna, þú veist þú stýrir sögunni og Instagram reikningurinn er bara besta, þú veist, það er engin kynslóð í sögum mannkinn sem er haft jafnmikla möguleika að stýra sinni eigin sögu arfleið sinni og allt þetta svo bara, ég fell frá þá bara, hvernig karakter var þetta, fyrir bara Instagram með þess þú veist, það séu bara hvernig hann var, þú veist, og hann leggja naukaðinu það, ég vil ekki að tala um döða en minna, ég get alveg byrjað á því þú bara talar um þína einn sögu, þú bara byggir þína sögu, íþróttafélag gera það, fyrirtæki gera það og ef engi veit fyrir hvað stendur, hvað þú gerir, hvernig þú ert þá er alveg erfitt að selja þig, sko. Já, einmitt. Algjörlega, en ég vil nefnilega sjá fyrirtæki og ég hef stundu fengið fyrirspurnir frá auglýsingastofum, bara Silja, ertu með eitthvað íþróttafólk sem geta hentað í þetta og eitthvað og þá er ég ofta að tengja fólk og mér finnst algjör snilt og þú veist, ég vil sjá fyrirtæki og auglýsingastofur nota meira íþróttafólk bara í auglýsingar og sérstaklega ef að fyrirtæki er að greiða mótilunum með einhverjum fyrir að, þú veist, að lappa hérna niður og ringa og eitthvað, þú veist, það bara, þú veist, hvaða íþróttafólk viltu, hafið sambandið mig, ég skal finna það fyrir þig, en þú getur styrt þau þannig. Nákvæmlega. Þú veist, það bara, bara sjátat, bara ég vil íþróttafólki allar auglýsingar. Já, og fyrirtæki bara að kaupa sér einhverju svona, segjum kaupa, jákvæða ímynd, heilbrigða ímynd, algjörlega. Íþróttafólk bara besti sko. Eins og sjáum þegar það eru stórum þessu ólympíuleikar eða hvað það er í fótboltanum með handboltanum þá allt í nýjum íþróttamenn í öll með auglýsingum það er bara því að þá sér sambandi með samning við hinn og þennan og að fara að execute það sko hvenna í sumar hjá stelpunum já, þá er einhverja skemmtilega auglýsingar kring það þannig að það var mjög gaman og það er annað sem við getum líka rætt það er bara eins og til bara hvernig íþróttafólk á Íslandi segjum þá kannski meiri í einstaklingsgreinunum sem það bara fjármagnar allt sitt sjálft þetta er bara kannski, þetta eru afreks íþróttamenn og okkur langar að eiga okkar næstu Ingebrigtsen eða Kvarhólm eða hvað það er getur við einhvern veginn hjálpað þeim þú veist, getur samfélagið einhvern veginn þú veist, það er ekki alltaf hægt að dæla peningum það maður veit það alveg þú veist, en ef við getum einhvern veginn þú veist, þetta er bara flott leið fá íþróttafólk til að vera vera svona
hvað við segja, svona brand ambassadorar, Já. allt þetta. Oftast er þetta líka bara mjög góða fyrirmyndir. Já, og það hefur áhrif á okkur. Ég kaupi mér ákveðna skó af því að ég kannski heyri einhvern hlaupar að vera að tala það. Einmitt. Ef hann hleypir þessu skóm, þá er það að merkjum að ég ætti nú kannski að íhuga það saman. Einmitt. Ekki að vera sjálfur á einhverjum stígulum, sko. Nei. Þannig að þetta bara virkar vel og þetta er bara mjög áhugavert. Ég held að við séum bara svolítið eftir svona löndunum í kringum okkur, hvað þá Bandaríkjunum og svona, að eins og þessi Bandaríkjunum þegar háskóla stúdendur, eða þegar, þú veist, krakkarnir í háskólaíþróttunum, þau máttu ekki hafa tekjur, samt voru þau að halda uppi. Það grínast, ég var að skrifa undir samninga bara þegar ég fór í háskóla til Bandaríkjanna, bara hefur einhvern tíma fengið gefins eitthvað og þetta styrk og eitthvað og ég var alveg bara, nei, bara þú veist, shit og ég var alveg, þú veist, einmitt sponsið hérna heima einhverju og ég bara sveitt hvað hefur komast að því og þetta. Clemson, við fórum þangað. En nei. Þú máttur fá að gefa skó eða? Nei. Ég gæti ekki sagt þá var ég á samningi í Íþróttaverðumarki að ég bara, nei, ég er ekki neitt, skilur ég. Nei, þetta er svo magnað. En í dag er þetta og þetta er bara, þú veist, þau eru sko mókað inn í háskóla hennar dótinu, en ég sé líka, þú veist, mér finnst íþróttafólk á Norðurlöndunum vera flinkar í þessu heldur en margir hérna heima, en mér finnst þess að sé einhver kannski svona feimni og bara, veist, mér langar að fólk fara eins úr ég er meira svo að sko, ég er að followa fullt að liði bara, sem er bara eitthvað hlauparar, bara eitthvað svona aktíft fólk, bara til í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og svona, bara, og þetta er lið sem er bara, það póstar okkur einasta degi, örugglega svona 10 sinum á stóri. Það er bara svona daglegt líf, það er örugglega ekkert að sponsora undir eða eitthvað, byggja bara upp eitthvað, en það er bara fólk í kringu það og svona. Engagement, sko. Það bara sína hvað að gera, það verður áhrif á mig og ég nýti þetta sem svona, fyrir mig er þetta bara svona að vera með þetta fyrir augunum, bara alltaf svona heilbrigðan lífstíl og svona, sem bara hefur áhrif á mann. Og það, cool buxur maður, þetta er flott, geggjaði skór, ég ætla að kíka þetta, er þetta á Íslandi? Nei, þetta er ekki, kaupi þetta. Þannig að þetta er bara eitt form af auglýsingu. En að þeir sem eru með eitthvað stort following base, þeir geta auðvelda ná sér í einhvers konar sponsor og eitthvað svona. Þannig að bara eins og krakkar í Íslandi dag bara búið sér til eitthvað efnið, þú veist. En það sem mér finnst samt skemmtilegt líka er að mér finnst mjög margir vera ég ætla að segja þora að pósta, en mér finnst svona ég var alveg þar, en svo finnst mér núna það ekki vera þannig, finnst margir vera stressaður yfir því, það er ekki að gera svo mikið að því, en sko, ungt fólk í dag, það einhvern veginn finnur út af hlutunum, það bara læri hlutina, það bara gerir það og þú veist, þeir sem að vilja þú veist, þá er þetta ekkert mál, sko. Það bara, þú veist, ef þú vilt verða áhrifavaldur, þú veist, það er 0, þú veist, þetta er óþægilegt í fyrstu 10 skiptin og svo bara, þú veist, bara, þú veist, maður er svona fyrst að tala og maður lóðir, taka þetta upp aftur, svo er þetta bara drull sama, þú bara segir eitthvað mismælið og bara leiðir þetta. Svo er bara einhvern veginn þannig, bara fólk sem er mjög svona átgóðum er öflugt að gera eitthvað, það einhvern veginn skiptir ekki alltaf máli hver gæðin eru, af því að þetta er oft bara skemmtilegt að þetta er fólk sem er sjálfsörgt og er að gera eitthvað og er að prófa sig áfram og það er oft mjög forgiving dæmi að sjá einhvern sem er bara eitthvað að reyna að fóta sig í einhverju bara, þú veist, eins og bara margir podcastar, skilur bara geggja podcast, geggja hugmynd, en kannski fyrstu 5 þættir eru kannski svona með að vera að slípa sig til og eitthvað svona, skilur finna taktin. Já, bara, þú veist, bara go for it, myndi ég segja. Já, en áður en við hættum, þá langar mér samt að segja út af því ég er með samfélagsmiðlana klefin. Ég vil hvetja íþróttalið og íþróttafólk að taka og gera kollaborator á klefin, út af því ég er að reyna að safna þar bönns af upplýsingum fólk í alls konar íþróttum og þess aftar, þannig að við getum bara kynnst nýju fólki og leyft öðrum að fá. Nei, þú mátt það sem ekki drast bak við mig. Það er sko hjól. Nei. Ég tek mynd af þér. Við tökum bara mynd af þetta. Skam. Nei, við erum í bílskotum heima á mér. Herðu, en Pétur minn, takk kærlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða þér. Það var gaman. Og ég vona að einhverjir fái hugmyndir og geta lært af einhverju. Já, bara. Ég held að QR-kóðin komi sterkur. Ég held að QR-kóðin verið í sumar á. Leikskráin, sko. Það bara hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. En ég held samt að við þurfum að gera smá workshop og ég held bara, þú veist, nú lengi ég þátti það, ég held að sé bara íþróttarhreyfingi, má alveg fara að skoða þetta, að þetta er oft sko þegar maður er kannski að gaggrina, þegar maður er kannski bara að benda á einhver hluti, eins og þetta kannski bara, það er ekki verið að rakita niður, við erum bara eins og eftir á, við erum bara ennþá að slíta batskónum, það hvernig íþróttafélög eru samsett, það er ekki einhver eigandi sem að má fá gróða þeim, hann er þess öðru í þessi félagaform, sko. Þá er þetta svona erfur og fólk eru oft bara ekki að gagna, ég er búin að vinna hérna án þess að fá krónu í mörgum gáður. En það er eiginlega svona íþróttarhreyfingi, má kannski bara skoða, bara fyrst, hvernig getum við stækkað aftur hérna sjálfboðaliða dæmið?
getur við búið til eitthvað sjálfbóðlega hagkerfi, getur fólk sett á CV sitt að þessi sjálfbóðli. Það er næs. Ég hef oft talað þetta bara, get ég fengið frá stjórnunni, segjum það, að ég sé búin að vinna 200 tíma á þessu ári í sjálfbóðlega starf. Það fyrir á CV mitt, segjum það mun kannski sker úr þegar ég sækir starfengstaðar, að fólk sé þetta er karakter sem er bara svona tekur þátt í samfélagsstarfi, hann er ekkit bara að hugsa einhvern pening fyrir sjálf sig, hann vill ekki gott að sér, svo er kannski bara 2000-5000 tíma, þetta er áhugaður pælingar, það er að hrista þessu upp í held ég, og líka bara íþróttarengi má líka hans horfa bara alltaf, það er svolítið svona alltaf vera bara greiði, það er nenningin að tala á okkur, skrifið greiðina, sendið á fjölmjörnum, marketing er ekki bara marketing og Instagram og það er það sem ég er alltaf að reyna, ég er að stoppa fólk sem er alltaf, en hvað er að gera Instagram? Og hvað spáðið í Instagram setna, byrjaði að vinna grunnunum. Það er svolítið málið, þú veist. Ok, voru þetta loka orð? Ekki. Er það ekki? Herru, við þökkum Pétri fyrir komuna og samstagsaðilum Klefans Powerade, Lengjan, Auður, Haffiskvíslun og Nutrileng og við bara förum að skrolla og sjáum hvað öll íþróttafélagin ætla að gera í sumar. Gangi ykkur vel. Takk fyrir að hlusta, eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.